Ég ætla að byrja núna að leysa verkefni 1 og það í raun bara þessi byrjun hérna, setja upp textarítil. Þannig að til þess að geta unnið þetta þá þurfum við að hafa eitthvað tól þar sem við getum skrifað inn HTML kóðan okkar. Sumir munu segja hérna HTML ekki forritunarmál, þannig að við ætlum að kalla það kóða, en ég ætla samt að segja, þú veist, þetta er forma af þessu, þetta er hypertext markup language, þetta er alveg, já. Þannig ég ætla að segja HTML kóða og til þess ætla ég að nota Visual Studio Code. Þið megið alveg nota einhvern annan ritil. Þið megið nota Sublime eða Notepad++ eða bara Notepad, bara það sem þið viljið. En ég mun nota Visual Studio Code og ef þið hafið einhver skoðun þá mæli ég með að þið gerist líkt þið sama. Þá getið þið farið bara hérna Visual Studio Code, leitað að þessu, farið hérna og sótt þetta fyrir mitt stýrikerfi. Ég er á Mac, ég mun leysa alltaf Mac og hérna reyni að gera það almennt, en stundum mun ég segja ykkur, þú veist, það er Command-Shift eitthvað sem er það bara, þá væri það Alt-Shift hugsanlega í Windows, en þið lærið, eða Ctrl-Shift eða whatever, ég veit það ekki. Þið sækið þetta og þá fáið þið í raun bara aðgang að forritinu og opnið það. Þetta er svona GUI forrit, það er Graphical User Interface. Þetta er eitthvað sem er bara eins og vafrinn, það er eitthvað svona einhverja leiðir til þess að vinna með forritið sem við gerum. Og þá ætla ég að opna hérna Visual Studio Code hérna og þá er ég með svona. Það bara opnast þetta hérna og ég get gert new file, open, clone git repository og ef ég væri með eitthvað hérna þá get ég sýnt mér hvað ég hafði opnað nýlega. Nú er hann hérna í dökku þema, þannig að þetta er hugsanlega ekkert svakalega gott kontrast. Þannig að ég ætla núna að skipta þema og þá get ég farið hérna og gert Command-Shift-P, þá fæ ég upp þessa skipana stiku í Visual Studio Code, eða ég get farið hérna í View, Command Palette, þá sjáum við hérna Shift, Command-P, þá get ég sé hvernig þið gerir það í ykkar umhverfi og íti á þetta, þá fæ ég bara nákvæmlega sami upp. Þá get ég gert hérna, ég var að prófa þetta bara hérna, ég var að gera þetta til að setja dark theme. Þá get ég byrjað að skrifa bara color og þá kemur hérna, þá sjáu ég get bara leitað einhverjum aðgerðum sem ég get verið að gera. Þetta er keimlíkt því sem við gerum síðan í svona command line tólum. Við erum að finna einhverja leiði til þess að keyra einhverjar skipanir. Þannig ég ætla að keyra skipunina sem er að breyta color theme. Þá fæ ég einhverja valmöguleika hérna og ég ætla að fara bara hérna í light modern sem er mjög bara voða fínt svona. Ég er hættur, ég er svo gamall, ég er hættur að hafa skoðun á litaþemum. Þannig að nú er ég með þetta hérna og þá breytti ég hvernig þetta er. Þessi ritil skrifaður í HTML, CSS og JavaScript. Þannig að það er bara veftækni sem er hérna bakvið og það er bara búið að forrita það þannig að ég get breytt þessu svona. Svo get ég farið hérna og gert new file og þá getur þú sagt hérna ok, viltu búið til textafile eða eitthvað annað. Ég ætla að segja, ég ætla að fara hérna upp og gera new file hér, já ok, textfile og þá fæ ég bara eitthvað hérna og ég fæ núna Untitled 1. En nú er það þannig að hérna, Visual Studio Code er í eigu Microsoft og GitHub er í eigu Microsoft. OpenAI er eitt stærsti fjármögnunaraðili þeirra er Microsoft og hérna Microsoft hefur sett mikið upp á því að þið byrjað að nota Copilot sem er þeirra leið til að hjálpa til við að skrifa kóða. Þannig það er hérna generate code og það er bara komið hérna ask a question. Þannig að þetta er mjög nálægt ykkur að byrja bara að láta gera hlutina fyrir ykkur. En aftur reynið að standast þessa freistingu og gera þetta til þess að læra þetta. Læra hvað við erum að gera. En við ætlum ekki að gera það. Við ætlum að gera select a language og við ætlum að gera HTML og þá fáum við núna að þetta er komið yfir í HTML hérna niðri. Sjáum við hérna niðri vinstra megin að ég er búinn að segja þetta yfir í HTML og ég geti skipt þessu yfir eitthvað annað. Ég get alveg skrifað C++ eða Java kóðan minn í Visual Studio Code en fyrir Java þá er miklu betra að nota eitthvað svona IDE, Integrated Development Environment, sem að tekur saman textaritilinn, compilerinn og jafnvel eitthvað svona aðstoðardót til þess að hjálpa manni að debugga og eitthvað svona. Já. Ég fór hérna select a language sem getur verið Command KM hjá mér og þá fæ ég upp þessa hérna eða ég get farið hérna niður og valið. Það er hérna og þá get ég ítt á þetta og valið. Þannig að
ég með hérna, þetta plain text, ég íta á þetta HTML og komið HTML. Það breytist sjálfur sér ekkert, í þessu. En núna ef ég byrja að skrifa hérna eitthvað svona, þá fæ ég upp aðstoð, doctype. Það fyrsta sem við þurfum að skrifa í HTML er doctype declarationið, sem segir til að við séum að skrifa ákveðin dialekt af HTML. Hérna það í raun bara minna en upprópunarmerki doctype, HTML, stærra en. Þið getið left þetta í námsefninu af hverju þetta er. Ég ætla ekki að það tímið það núna, en ef þið hafið spurningur það eftir að hafa lesið námsefnið, getið þið komið með það í næsta fyrirlestri. Síðan þarf ég að setja HTML element. Þannig að nú er ég að skrifa hérna, ég ætla að stakka þetta aðeins. Sjáu þið, nú byrjar bara eitthvað, viltu ekki setja upp code completions? Jú, þetta er fínt sko. Þegar að ég veit nákvæmlega hvað ég er að gera, þá er fínt að fá svona shortcut og láta complete þetta fyrir mig. Þegar ég veit ekki hvað ég er að gera eða hvað þetta þýðir, þá vil ég skrifa þetta út til þess að fá þetta í puttana. Ég er núna að skrifa sem sagt element. Element er leið í HTML til að búa til tré. Og tré er gagnastruktúr sem segir til bara eins og tré. Það er einhver rót og svo undir því er einhverja nóður og undir þeim geta verið einhverja nóður og undir þeim geta verið nóður og svo framvegis þangað til við fáum lauf. Og laufin á trénum er það sem að birtist. Þannig að við erum alltaf með HTML grunnnóðu og undir henni fáum við tvær nóður, aðra sem heitir head og hinn sem heitir body. Í head viljum við alltaf setja að minnstakosti title sem er bara titillinn á skjalinu. Þannig að þetta ætla bara að vera forsíða á verkefni 1 í vef 1 2025. Síðan ætla ég að setja hérna undir body, ætla að segja halló heimur, sem er klassist þegar maður er að gera eitthvað svona. En nú erum við búin að skrifa eitthvað. Nú erum við búin að skrifa svona næstu því það sem er minnst. Ég ætla samt að sýna ykkur, það er ekki alveg það sem við þurfum. En head inniheldur lýsigögn eða metadata fyrir skjalið okkar. Það er sem sagt, titill þess kemur hvergi fram í meginmálið þess, en það er samt sem aður titillinn. Við sjáum það í vafranum sem efst í stikunni á vafranum, eða ef við erum með svona tabs, þá sjáum við í tabbanum sem við erum með. Þegar við förum að setja CSS, þá setjum við tenginguna við CSS-ið okkar í head. Þegar við förum að setja lýsigögn, til dæmis sem að Facebook eða Discord eða Teams eða Slack eða einhverja svona þjónustu sem að taka vefinn okkar og birta einhvers staðar svona preview, þá setjum við þau gögn líka í head. Það eru lýsigögn sem birtast einhvers staðar annar staðar. Partur af verkefninu sem þið ætla að skoða, ég ætla ekki að fara yfir núna, er að einmitt gera það. Body er síðan meginmál vefsins. Það er það sem að birtist í vafranum í glugganum sjálfum. Þannig að núna ætla ég að vista þetta og þá get ég farið hérna upp í file og save as, eða ég get gert command S og þá vistar og þá segir hún, biður mig stað til þess að vista þetta. Ég ætla bara að setja þetta á desktop hjá mér og ég ætla að búa til nýja möppu sem heitir bara vefforritun 2025. Þið getur gert slíkt í sama, þið eru hugsalega í fleiri áfangum og búið til einhverja möppur til þess að skipuleggja ykkur. Þið eftir að finna að fyrsta skipulagið ykkar er hugsalega ekki það besta en þá bara breytið. Svo ætla ég að setja hérna vef 1 2025 vaf 1, bara fyrir verkefni 1. Hérna ætla ég að gefa skránni minni heiti og hún ætla að heita index.html. Og þá núna er ég ekki lengur með eitthvað untitled hérna, heldur er ég með index.html. Núna get ég farið hérna og ég get sagt Reveal in Finder. Þið myndu á Windows fá eitthvað Reveal in Explorer og þá sýnir þetta í stýrikerfis viðmótinu til þess að skoða möppur og skrár. Þannig ég sýni þetta og ekkert gerist. Þarna kom þetta og þá núna er ég komin bara inn í tölvuna mína, þetta er bara á harðadisknum mínum og ef ég fer hérna upp þá er þetta í raun, hérna er desktop hjá mér, hérna er mappan sem ég bjó til og undir henni er skráin sem ég bjó til. Ef ég núna tvíklikka á þetta, sem ég ætla ekki að gera, ég ætla að draga það bara hérna yfir í Firefox, sleppa ég hér, þá fæ ég hérna Halló heimur og svo hérna, út frá því hvaða vafra ég er í, þá birtir þetta mismunandi hátt, en þá kemur núna, þegar þetta er tabbinn, þá kemur titillinn hér
ekki partur af meginmálinu, partur af lýsigögnunum og þá sé ég bara það sem ég skrifaði og svo sé ég hérna halló heimur. Þannig ég núna tæknilega sé búinn að skrifa fyrsta vefinn minn. Þannig ég bara komið nóg til þess að geta sett þetta út á vefinn og sagt bara eitthvað halló heimur, hér er ég. Þannig ég ætla bara að gera það, ég ætla bara að klára allt sem við þurfum og svo ætla ég að fara aðeins dýpra á það sem við höfum að gera. Þá getum við líka, þá erum við komið með alla pípuna sem við þurfum og svo getum við farið ef við þurfum að fara og annars bara hangiði lengur og læri meira eða fylgist með þessu heima. Þannig hvað er þá næsta skref? Hvað var það sem var númer 3 í markmiði verkefnisins? Ég er að reyna að muna að tala ekki bara, svona biðja ykkur líka að svara mér. About, já, en við ætlum að setja, ég ætla Netlify, við ætlum að setja upp á Netlify. Netlify er eitt af mörgum leiðum til að setja vef upp í hýsingu. Kosturinn við það er að það er ókeypis að setja upp svona free and starter for personal projects, prototypes and experimentation. Það er fullt af fólki sem að misnota það sem er ókeypis á internetinu og á vefnum sem að hefur gert það að verkum að það eru færri og færri þjónustu sem að bjóða upp á eitthvað sem þú getur svona gert eitthvað alvöru við það að á þess að þurfa að taka upp kreditkortið. Þannig að það þarf ekki að setja inn kreditkort og þið þurfa ekki að borga neitt fyrir þetta. Einu sinni, fyrir reyndar ekki meira en 3 árum, þá fengu allir nemendur í HÍ sitt eigið heimasvæði, þar sem að þið gátu sett inn ykkar eigið HTML og haft ykkar eigið hi.is/tilda notendanafnið ykkar. Það því miður var tekið út þegar að háskólinn fór all in í Microsoft umhverfið. Það er önnur umræða. Þannig að ég þurfti að finna eitthvað hérna og Netlify er mjög fínt fyrir þetta. En ég er samt sem áður núna að kenna ykkur á eitthvað ákveðið tól. Þetta er alls ekki eina tólið. En við höfum eftir að skoða fleiri eftir því sem við skoðum meira. Við reyndar skoðum ekkert annað, kannski eitthvað eitt annað í Webfortune 1, en svo í Webfortune 2 eftir að skoða 3 eða 4 önnur svona tól til þess að hýsa vefinn okkar. En ég fer þá hérna og ég bara gerir sign up, þið ætla að gera það, þið ætla að búa til aðgang. Ég á mér aðgang, þannig ég ætla að gera login og þá bara er ég loggaður inn. Ég er hérna með alveg slatta af einhverjum verkefnum. Þegar þið komið inn í fyrsta skipti, þá mun þessi hérna vera bara eitthvað, hei, þú ert ekki með neitt verkefni, búið til fyrsta verkefnið þitt. Og þá getið þið farið hérna upp og gert add new project og þá gerum við import ef við erum að nota Git, sem við ætlum ekki að gera núna. Við ætlum ekki að gera þetta template, við ætlum að gera deploy manually. Ok? Drag and drop, punktur. It's online, punktur. Þannig það er ekki flóknar en það. Sjáum, staðfestum þessa Fólderinn að þurfa að breyta þessi. Nei, það er þegar þú skilar. Hérna setjum við inn fólderinn sem er með HTML, CSS og JavaScript. Ég get líka bara sett inn HTML-skrána mína og þá segir hún, nei, please drop a folder containing an index HTML file. Þannig ég þarf að fara hérna og ég þarf að velja möppuna sem ég bjó til, sem er þá þessi hérna. Ég dreg hana hingað og hún segir núna uploading, please don't refresh. Þannig hún er að taka bara við þessu. Svo fæ ég núna upplýsingar það hvað gerðist og þá segir hún bara published og þá bara eitthvað ok og hvað. Þá er hérna bjóin til fyrir mig þetta fallega nafn, Ernest Moki 56EC04. Ef ég ít á það, þá er þetta aðgengilegt á vefnum. Þið getið slegið inn þessa slóð. Nú ætlum ég að vera svo hérna lúmskur og ég ætla að fara á change project name og ég ætla að segja vef 1.2025 vaf1 save. Haha, ekkert eitthvað var búinn að taka þetta, þannig að ég á núna þetta hérna og þá get ég farið yfir á þetta, tekið þetta út, gert svona og þá núna öll þau sem farið yfir á vef 1.2025-vaf1.netlify.app hvar sem er í heiminum mun sjá þetta. Ég hef búinn að gefa út fyrsta vefinn minn í þessu námskeiði. Ekkert flókið ef maður veit hvað skref maður er að taka. Þannig að þetta eru skrefin sem þið þurfum að taka til þess að ná að setja vefinn ykkar upp og síðan þegar skilið þá þarf ég að skila inn SIP-skrá. Þá get ég farið hérna og þetta er ein leið, það eru margar leiðir til að búa til SIP-skrár. Ég get hægri smelt á möppuna,
farið í compress og þá fæ ég skipskrá með allt því sem er inn í þessari möppu. Þannig að núna þegar ég er búið með verkefnið, þá var ég með index.html, ég var með about.html, ég var með möppu sem héti emg og inn í henni var ég með eina mynd sem héti eitthvað mynd.jpg eða eitthvað. Þá var það hérna inni og þá skila ég því á Canvas. Ásamt slóðinni sem ég setti hér, þannig ég fari hérna, ég var náttúrulega búinn að loka Canvas, nei þetta er vitlaustafur, en ef ég fer hérna, aftur á Canvas í verkefni hér, þá er ég komið með þessa hluta sem ég þarf til þess að skila hérna, ný tilraun, íti hér, fyrir hérna vel SIP-skrána og get ekki bætt við athugasemd hér, ég þarf að skila fyrst, svo get ég farið hérna, bæta við athugasemd, tek slóðuna mína hér og setja hana hérna og senda athugasemd. En nú er ég búinn að skila verkefninu að fullu. Þá sé ég hér að þetta er skilað hérna, hefur ekki fengið einkunn. Þannig munum verða þangað til að dæmendumkennarnir fara yfir verkefnið og skila ykkur einkunn. Og það er svona cirka viku til 10 dögum eftir skil. Við reynum að klára þetta bara á viku, en stundum er bara mikið að gera og eitthvað svona og þá þannig, en ef það lengist meir en það, þá læti ég ykkur vita. Ok, einhverjar spurningar? Ég með eina spurningu og stendur hérna að skal setja upp hana leiðin þannig að byrtist réttir í hana á skjá með að síma, en varst ekki að segja að þú ætti að vera byggt í CSS en einu þannig að þetta er mjög basic. Þetta er mjög basic, spurningin var að setja þetta upp þannig að þetta byrtist rétt á síma. Ef að þú núna ert með síma og ferð inn á þessa slóð sem ég var með, lítur þetta rétt út? Eða finnst þetta að vera skrítið? Í síma, notabenni. Það er einfalt að þetta ætti ekki að líta það illa. Já. En það er þarna, sko, ég skil þetta eftir, af því ég ætla að fara sérstaklega yfir þetta í næsta tíma. Ég skil þetta eftir sem bara, þú veist, nú ferð þú í mission og þú ferð og þú skoðar af hverju er ég að setja þetta þarna inn. Af hverju er munurinn á því sem er þarna og hinn er líka náttúrulega að gera það sama. Og svo getum við komið og við ræðum þetta í næsta tíma. Ok, deal. Yes. Ok. Eitthvað annað? Ok. Við höfum 20 mínútur eftir. Við getum gert eitthvað meira. Einhverja tillögur að því hvað við getum gert næst miðað við verkefnalýsinguna? Myndin. Hvaða mynd sem er. Það sem að pælingin er að setja inn og nota EMG elementið til þess að búa til og setja inn einhverja mynd, eitthvað sem er innfellt á vefinn, eitthvað sem er embeddað. Þetta má vera hvað sem er, skiptir ekki máli. Síðan munum við aðeins skoða þetta í næsta tíma þegar við förum að skoða hvað eru HTML element og til hvers eru þau og hvað gera þau og hver er munurinn á þeim og hver er merkingafræðin sem að fylgir þeim og hvaða möguleika hafa þau til að stilla sig til og gera alls konar. Búið til hyperlink, ok. Ég ætla að skilja eftir að setja myndina, það verður ykkar æfing af því að þá þurfum við aðeins að búa til ykkar eigin skrá og vista niður mynd einhvers staðar eða finna hana og vísa í hana. Og hitt sem er í raun að prófa líka er bara að vísunin sé rétt. Af því að þið farið að vísa í hluti, munum við sjá það aðeins núna þegar við vísum í about.html, að það er alveg aðeins flokknara en það kannski maður myndi halda. Ok, við ætlum að búa til aðra HTML síðu og tengja það saman. Hvað á ég að gera? Hvað er næsta skref? Búa til skjalið. Ok. En þá komum við hérna að núna er ég með opið í textarellinu mínum eitt skjal. Ég er bara með það opið sem skjal. Það er ekki í neinu samhengi við möppuna sem það er í. Þannig að ég ýti hérna á Explorer inn í Visual Studio Code og þá sé ég að það er no folder opened hérna. Þannig að það er í raun, ég er bara með eitt skjal opið. Nú var mjög gott fyrir mig að vera með möppuna opna til þess að ég geti búið til nýtt skjal bara beint inn í möppunni.
Þannig ég myndi ekki þurfa að búa, gera save as, finna möppun aftur. Þannig ég ætla að fara hérna og gera file, open folder og þá mappan, folderinn sem ég vista henni, sjálf valin hérna í ritlinum og ég ætla að gera open þar og þá opnast aftur hérna með eitthvað AI agent mode opið líka. Hint, viltu ekki fá smá aðstoð, borga okkur smá pening? En við ætlum að segja nei, ekki núna, ekki í dag. Og þá sjáum við hérna möppun okkar. Þetta það sem var áður no folder open, en núna bara mappan okkar hérna, heitir vef 1 2025 vaf 1 og þá get ég farið hér og hérna kemur svona merki til að búið til nýja skrá, smetla á hana og þá get ég búið til about.html. Ég gæti líka gert file, new file og gert það eins og ég gerði þetta áðan og vista og þá leggur hún til að þetta verði opnað þarna. En þá sjáum við núna að nú ég komið með þessar 2 skrár hér inn í Visual Studio Code. Ef ég skipti yfir í Finder eða Explorer á Windows og opna, að þá sé ég að núna ekki bara index.html, heldur líka about.html. Þannig að það að ég bjó til skrána inn í Visual Studio Code, bjó hana til á réttum stað í möppunni sem ég hafði tiltekið í skráakerfinu á tölvunni minni. Ok, þannig að ég sagði eitthvað áðan að þetta væri svona næstu því minnsta. Þannig að það leið sem við getum farið eða við getum byrjað að búa til tengilinn, hvort við liði. Fá nákvæmlega hvað minnsta HTML-ið eða að búa til hyperlink eða tengil. Hyperlink, ok. Nei, ég bara kann að meta að svara, það vel metið. Þannig að þá getum við sagt hérna, ok, nú ég búið til aðra síðu. Þetta ekki forsíðan. Þetta mig, uppróparamerki. Við ætlum að segja, ég heiti Óli og ég var að búa til þennan vef. Yes, 2 upprópunarmerki. Þá sjáum við núna að núna ég með þetta stórt, hugsanlega lendi ekki í þessu strax, en það farið að koma svona skrunstika til, það komin hérna lárétt skrunstika eða hérna horizontal scrollbar út af því að línan orðið það löng að hún passar ekki lengur á eina skjámynd. Þá get ég farið í view og gert, ég man aldrei hvað þetta hérna, editor layout, nei, já það bara neðst hérna, word wrap. Þannig að það annarkvort að velja það hér eða þá option seta. Ef ég vel það, að þá línan tekin þannig að hún byrt, þannig að hún sjáist öll á skjánum. Þá sjáum við hérna að vinstra megin verið að telja línurnar okkar. Við erum með 9 línur af HTML-i, en 7. línan, hún það löng að hún núna tekur eins og 2 pláss hér. En þetta eingöngu til bara hæðarauka, þannig að þið getið séð alla línuna í einu. Þið getið líka stækka gluggan hjá okkur eða minkað, þá sjáum við að þetta ekkert endilega eitthvað sem þið lendið í. Ok, nú ég búin að búa þetta til og þá ég komið með þetta hérna inn í file 2.skástrika þegar ég opnaði þetta bara í vafranum af harðadisknum mínum og ég breyti index.html yfir í about.html, þá fæ ég þetta hérna núna og ég fæ réttan titil. En nú vil ég náttúrulega ekkert þurfa að breyta þessu, ég vil bara geta ítt á eitthvað sem segir mig og forsíða og flakka þannig á milli. Og til þess þurfum við hyperlink. Og hyperlink mesti galdurinn við vefinn. Þannig ástæðan fyrir því að vefurinn virkar eru hyperlinks. Það geta tekið eitthvað skjal og eitthvað annað skjal og búið bara til tengingu hvaðan sem úr skjalinu þetta milli. Þetta ótrúlegt. Sem að gera mig svo sorgmætan aftur, það sem við vorum að tala hérna áðan, Instagram. Hvað það sem Instagram leyfir ekki? Hyperlinks. Þið getið ekki farið eitthvað komment og pastað inn einhverjum link og fólk getur ítt á það og opnað það og skoða það. Ekki satt? Þannig að þið fáið í staðinn link in bio. Það eini staðurinn þar sem þið hafa einhverja möguleika á því
að fylgja reglum internetsins er á einum stað í þessu forriti sem Instagram er. Af hverju? Af því að Meta vill ekki að þið farið út úr lokaða garðinu þeirra. Þið bara verið á Instagram og eingöngu á Instagram eða bara á Facebook og þess að komið núna. Fréttin er í fyrsta lekk í athugasemd. Af hverju? Út af því að ef þið setið linkin beint í storyið ykkar eða það sem þið postið á Facebook, þá er það devaluað og það birtist hvergi. Stórfyrirtæki, frábær, ekki satt. Við elskar ekki algoritm. Já, algoritminn, hann er hérna til þess að segja okkur hvað við að gera. En þess vegna er þetta, að því að þetta er andvefurinn að leyfa ekki að linka. Og þess vegna ætlum við að búa til þessa frábæra tækni sem er hyperlink. Og það veit svo til að það heitir A-elementið. Og þetta er aftur sögulegar ástæður sem ég geti lesið af hverju í námsefninu. En A stendur fyrir Anchor. Og Anchorið tekur, er svona, að ég býð til A-element og ég segi mig. Okay? Þetta er augljóslega ekki nóg. Af hverju er þetta ekki nóg? Því að það er ekki að líkið þessu. Já, þetta er bara, ég er búinn að setja eitthvað, ég er búinn að setja nóðu utan textan mig, en hún er ekki neitt. Þannig ef ég vista þetta núna, nei, þetta er á vitlausu stað, þetta átti að vera í index.html. Og því bara báðum fram til baka. Jú, akkurat. Index.html, mig, hérna. Og þá sjáum við, þetta lítur bara alveg eins út. Þetta er ekki eitthvað sem ég get klikkað á. Til þess að ég geti klikkað á þetta, þá er eins og réttilega benti á. Það þarf ég að ljá þetta eitthvað upplýsingur það hvert þetta á að fara. Af því að tölvur eru ótrúlega sniðutæki, en þau eru ótrúlega literal. Það gera nákvæmlega það sem þið segið. Og það þurfa að vita nákvæmlega hvert þetta á að fara. Þannig ég segi hérna A-bil href eða href eða href sem stendur fyrir Hyperlink Reference. Af hverju? Lesum það sögulegar ástæður, lesum það í námsefninu. Þetta er einhver tók ákvörðun það að þetta ætti að heita A og þetta ætti að vera með attribútið href. Og hér erum við á því árið 2025 og við erum ennþá að skrifa þetta út af því að einhver tók ákvörðun í flýti að öllu líkindum fyrir 30 árum það að þetta ætti að heita þetta. Og vefurinn er þannig að vefsíða sem þið byggu til árið 1993, hún opnast og birtist 99% líkum alveg eins út í dag og hún gerði þá. Þegar vafrar eru ótrúlega tækni fyrirbæri að þau eru næstu því 100% backwards compatible. Það þýðir að allt sem áður hefur virkað mun alltaf virka. Þangað til einhver vafra framleiðandi muni hugsanlega segja þetta er of mikið vesen, hættum þessu. En vonandi gerist það ekki út af því að vafrar eru staðlaðir og það þarf að fara í gegnum staðlaráð og það þarf að fara í gegnum og útskýra og taka allar ákvarðanirnar í hópi fólks þar sem að vitleysa er stöðuð, vonandi. Allavega, hér get ég sett about.html. Vistu þetta, reloada hér og núna verður þetta sjálfgefið undirstrikað og ef að ég hef ekki heimsótt þennan link áður, setja hérna about 2, blátt á litin. Ef að ég hef heimsótt þessa síðu áður, svo ef ég breyti núna aftur yfir í about.html, þá verður þetta svona fjólublá-ish á litin. Þannig að þetta er visited og unvisited default liturinn á linkum. En það sem er núna er að ég get farið yfir þetta og þá breytist músabendillinn minn yfir í að vera svona putti og ef að ég tabba, íti sett á tabb á lyklaborðinu mínu og ég fer yfir linkin og þá fær hann utan sig merkingu það að þetta sé eitthvað sem ég get átt við. Þannig ég get annarkvort ítt á enter og farið yfir á síðuna eða ég get bara smellt með músinni og farið yfir á síðuna. Þannig að nú erum við búin að búa til eina tengingu frá index.html yfir í about.html. En ég get líka, og enginn getur stöðvað mig, sagt hérna https://hi.is og sagt vefur hi. Þá kemur hann hérna við hliðina á sem annar linkur og ég ít á hann og ég fer yfir á vef hi. Hi þarf ekkert að segja, já, þú mátt búa til hyperlink yfir til mín. Ég má hyperlinka á hvað sem er aðgengilegt og er hægt að opna á vefnum. Þannig að það er líka þetta, það þarf enginn að biðja leyfi. Þú bara gefur þetta út, þú bara linkar
og þú bara gera það sem þú vilt. En svo líka hérna, af hverju birtist mig og vefur HÍ hlið við hlið? Break eða annað til. Já, þið ætla ekkert að spá í því, af því þið eru ekkert að spá í það hvernig þetta lítur út. Þið eru bara að spá í því að uppfylla verkefnið, velja rétt element til þess að láta þetta virka. Þið ætla ekkert að fara, nema þið viti hvað er að gera, ég ætla að miðja þetta, ég ætla að setja break, ég ætla að gera eitthvað. Af því að við breytum útlitunum í... Akkurat, það er það sem ég myndi segja. Rétta lausnin væri að setja kollingum sig í paragraf ef við viljum að þetta birtist réttilega sem sérstakar málsgreinar eða setningar. Af því að ég get sagt eitthvað hérna, BR, og það býr til eitthvað break, en það er eins og ít á Shift Enter í flestum ritvinnsluforritum. Það býr bara til bil, en það er í alvörunni ekki ný málsgrein. Þannig að það eru margar leiðir til að láta þetta líta rétt út, en merkingafræðilega, hvað er rétt? Það er næsta vika. Ok, tökum þetta, förum hér, segjum index, HTML, forsíða eða aftur á forsíðu. Þannig að nú ætla ég að búa hérna til annan link á about.html, þar sem ég set bara eins og ég var að gera, nema ég breyti href yfir í index.html og ég breyti textanum yfir í aftur á forsíðu. Ok, nú reloada ég hérna, nú sjáum við hérna, ég tók út HÍ, ég reloada hér, en ég gleymdi að vista. Þá er svona svört kúla hérna við skránuna sem er óvistuð. Þá get ég annarkvort farið og sagt save all, sem er hérna command option S, eða gert hérna save all og þá vistar hann bara allt sem er óvistað. Þegar þið verið farin að vera með marga skrár opnar og verið að gera margt í einu, þá munu alveg lendi því og þið munu örugglega brenna nokkru mínútum í það að vera, ég var búinn að uppræta það ekki, svo bara, mér gleymdi að vista þetta. Þannig að þá er oft bara save all, getur við bara verið, bara í staðinn fyrir save all. Ok, ég endurhlið hérna hjá mér, ég sé mig, ég opna það, þá kemur aftur hérna, ég heiti Óli, og hérna kemur aftur á forsíðu. Og nú get ég bara hoppað fram og tilbaka í allan dag. Af því ég er búinn að tengja þessar tvær síður saman, sitt og hvað. Ok. Þannig að núna, ef við berum okkur saman við verkefnalýsinguna og við förum bara beint í matið, forsíða og síða settar upp samkvæmt forskrift. Þetta á að vera forsíða, þetta er vitlaust hérna, ég ætla að laga þetta. Forsíða og síða. Þetta á að vera sett forsíðan og svo er umsíðan sett upp rétt. Forsíðan er svona komin 80%, umsíðan, hún er svona kannski, 80% líka að því að myndin er síðan sérstaklega, við erum ekkert farin að gera við það, ég ætla að skilja það eftir fyrir ykkur að gera það. Verkefnið aðgengilt á veginn Netlify og rétt sett upp þar. Ég átti eftir að uppfæra, þannig ég ætla að fara núna og ég ætla að fara deploys og ég þarf alltaf að rifja þetta upp hérna. Ég held ég geti bara bókstaflega dregið möppuna á þetta. Nei. Það er tilbaka og skróla niður, þá var þarna, þú droppaði því, hérna bara veitir, Hérna, já, jú, hér. Þannig að, það kom ekki upp í mér. já, það er hérna deploys og þá er hérna listi yfir það sem hún hefur deployað. Það er það sem við gerðum hérna áðan klukkan 4:47. Need to update your project, drag or drop your project output folder here or browse to upload. Þannig þá get ég bara, hér get ég droppað þessu. Svona. Þá sé ég hérna, hún segir uploaded, published. Komið, ég fer hérna og núna er þetta komið og ég get hoppað hérna á milli. Þau eru bara how to space ykkur possible, þannig að ekki div og ekkert annað break og neitt þannig, bara fara hérna. Bara, ég myndi mæla með að nota bara P-elementið, paragraf, A-elementið fyrir til að gera tengla og img og svo náttúrulega HTML, body og head. Það er það sem þið þurfið nákvæmlega til þess að leysa verkefnið. Þið megið alveg byrja að skoða eða þið getið líka bara hingrað í 2 daga þegar ég seti inn í verkefni 2 og byrja þá að skoða því að þú veist, það er þetta nema þú veist miklu meira af HTML sem þið þurfið að skrifa og hugsa um og velja element og svona. Ok, 2 mínútur þangað til að
umsamin tími, eitthvað sem þið viljið spyrjum þangað til? Já? Einhver svona staðalag, þurfa að fylgja einhverjum stöðlum í þessum fyrsta efni indentation og eitthvað svoleiðis? Nei, ekki neitt svoleiðis. Þetta er bara, æfingin núna er í raun bara að koma upp rittlinum og setja þetta á Netlify. Í næstu viku munum við skoða þess bara W3C staðlana, Prettier til þess að einmitt gera sjálfkrafa indentation og þess áttar og svona nánari upplýsingar. Eitthvað orð sem skraunstika? Nei, nóður Já, nóður, nót. Já, bara nót, já. Já, þannig að sem dom-nót í domminu, ef að þú hefur verið að skoða hérna, að þú býr til HTML og ert að búa til notes sem síðan eru með lauf, sem eru annarkvort texti eða eitthvað embed. Já, ég hef þetta talað með Dáður, ég hef bara hitt það er alltaf að lesa og nafninu og breyta og lesa nafninu. Akkurat, ég mun fara yfir þetta mjög staðlað, ég er mikill staðlakall. Herri, þá segi ég bara takk í dag og engin dæmatímar í vikunni, þannig að við sjáumst næst á mánudaginn eftir viku.